Góðan daginn, gott fólk, og velkomin til Stundarinnar. Aðeins að laga mig til svo ég líti betur út og það líkaði nú ekki vera við eða hvað, þetta alveg sama. Kannski þetta bara alveg sama. Og mér eiginlega líka bestu þann fólk sem alveg sama hvernig aðrir eru klæddir. En það smekksatriði. En við erum sem sagt mætt á þessum stað sem að ég hygg að mörg okkar allavega vitum hvað sé í gangi á og hvað er í gangi. Það nú mikið skal ég segja þér. En ég endurtek og ítrekka að það tengist þessum mann ekki nokkuð skapaðan hlut. Og hverjum þá? Það er spurning. Ef þú veist það ekki, en þá upplýsist það hér með að hann heitir Jesús. Hann dó á krossi, hann reis upp, hann gefur niður trú og trúin dregur fólk mig og þig til hans og hvar er hann? Hann situr við hægri hönd föðurins á himnum og ekkert minna heldur það. Og hefur vald og leyfi föðurins til að draga alla til sín á jörðinni sem trúa. Þannig við þurfum ekki að vera neitt undrandi á því að þessi ráðist á þetta orð trú, á Jesú Krist. Og hver er það? Hann heitir Satan. Satan sem sagt er raunverulegur. En til mótvægis við það er góða fréttin, Kristur er það líka, raunverulegur. Og þú veist að sumt er raunverulegt, það er ekki rétt hjá mér. Þessi einstaklingur er raunveruleg manneskja. Og umhverfið sem hann er í hér er raunverulegt. Þannig að margt er nú með raunverulegt í kringum okkur. Jesús er einn raunveruleikinn sem er í kringum okkur alla daga, alla nætur, allan sólarhringinn. Samt bara þekkjan sumir. Okkur ég. Að því Drottinn velur sjálfur hverjum hann leyfir að þekkja sig. Fer hann þó í manngreinar álit? Nei. En ég veit ekki akkur hann starfar með þessum hætti en ekki einhverjum öðrum. Hann hefur enda aldrei lagt neitt undir mig hvernig hann eigi að starfa. Og gerir það held ég ekki úr þessu. Ég hins vegar spyr hann oft hvernig ég eigi að hefða mér og akta. Ég er að læra honum. Hann er ekkert að læra neitt af mér. Hann gerir fullkomin verk, skilaði fullkomnu verki af sér og inn í þessu fullkomna verki hans er ég staddur. Og ég má nota allt þetta fullkomna sem hann hefur gert honum til framdráttar og leið umhverfinu sem ég er í til framdráttar. Akkur ég. Því hann er fullkomin. Hann vann fullkomið verk. Þannig að ég skil betur í svona ljósi mikilvægi þess að deyja sjálfum sér. Og viðurkenna með þeim orðum að ég er ekki fullkomin. En sá sem er fullkomin, hann starfar í mér. Er þetta ekki merkilegt? En hversu torskilið er þetta ekki fyrir fólki með þessi staða? Og það er skiljanlegt. Þú sérð hann ekki. Þess vegna þarftu trú. Í trúnni skilur það. Við sjáum að Kristur gerir allt sem hann gerir óaðfinnanlega. Hann vissi og veit að hann er að fást við fólk sem að sér bara andartækið, sér bara það sem er í kringum sig. Sér ekki inn í andaheiminn sem er jafn raunverulegur þessum heimi. Og hann mætir því með trúnni sem að setur í hjart okkar. Og ég veit,
víst til andaheimur. Og það Kristur, í andans heimi. Og ég fæ að vera með og fæ að sjá eilítið inn í hann vegna trúar minnar. Við sjáum að allt þetta komið frá uppreisnum Jesú Kristi. Hann opnaði leiðina. Ég opnaði enga leið þarna. Eina sem ég geri sam og þú að ég stíg fram og læt aðra vita af því sem hvernig þetta er. Er það mín viska? Já, þú mátt svo sem alveg segja hvað sem þú vilt það. En ég var einmitt að segja það áðan. Ég ófullkomin manneskja sem segir líka, ég veit ekki allt. En til honum sem fullkomin og veit allt. Ég að bera fram hans speki. Hann segir, þú þarf trú til að sjá það sem ég hef gert með réttum augum. Þess vegna öll þessi vitleysa í gangi í þessum svokallaða heimi að þegar hann tjáir sig kirkju og kirkjuleg starf það tóm steypa. Það eðlilegt. Við getum ímyndað okkur það og skilið það að sá sem kemur gegn kirkjunni, og hver gerir það? Hann heitir Satan. Ég get lofað þér því að hann ekkert að segja neitt rétt hana. Svo fyrir utan það hefur hann bara ekkert leyfi til þess. Hann hér til að stela, slátra og eyða. Það hlutverkið hans. Þetta það sem við erum að boða til að mynda. Að þetta hlutverkið hans. Þannig þú skalt ekki eiga von á neinu góðu í hans ranni. Og þú átt ekkert von á neinu góðu. Og það ástæðan fyrir því hvernig fólkinu líður oft á tíðum alveg hræðilega. Og við erum að horfa upp á hræðileg verk gerast fyrir hendur mann og kvenna. Að því að heiminum stjórnað að þessu illa afli. Og það verður þannig áfram. En drottinn kippir alltaf einum út úr þessu umhverfi. Og gerir að sínu manni og sinni konu sem fer fram í anda trúarinnar, sér henni í anda heiminn og skilur hvernig drottinn vinnur. En við verðum áfram fólk, hvar sem við erum. Ég bara konni gamlur Hafnarfirði. Og þú bara þú sem þú ert. Þú verður aldrei neitt annað en þetta. En ef þú ert hygginmanneskja, eins og ég veit að þú ert, þá ferðu að gangast við því sem að drottinn á, það að segja eftir að trúin komin. Sumir fyllast eldi og flestir ekki fyllist eldi af því að eignast trú. Þegar þessi raunveruleiki bálast upp í þeim að vissi til Guð. Annað síðan hvernig úr rætist. Það allt á minni könnu og þá kemur skilningurinn á því til mín sem leiðir mig úr réttan veg. Ég ræð öllu það hvað ég vel fyrir mig sjálfan og það verður aldrei frá mér tekið. Af hverju? Í drottni lifirðu algjört frelsi. Þarna sjáum við þvæluna sem að þessi volaði fallni heimur með. Hann segir að tilheyra trú sé ekkert annað en binding. Svo náttúrulega gamla sagan það sem að fólk sé ekkert annað en þvingað og byggt og bælt og skellt inn í þessum söfnuðum. Hvaðan kemur þetta? Mjög að hluta til frá reiðum og bitrum sem hlup út úr söfnuðunum og byrjaði að segja sögur. Og það náttúrulega aldrei skama fyrir heiminn sem að veit ekkert Guð að fá slíkar sögur, því að þetta fólk kannski hleypur út úr söfnuðunum alveg grútspælt yfir einhverju sem það sá að heyrði, og þetta náttúrulega flott fyrir heiminn að fá þetta. Hei, við notum þetta, maður. Og svo byrjar sagan að Ismael ekkert gagnað þessari trú.
Það ekkert nema bindingar, hindranir og fjötrar. En hér ertu að horfa og hlusta á mann sem veit hvað þetta mál snýst. Og hann fullyrðir að hann hefur aldrei verið beittur neinum fjötrum. Það hefur aldrei verið lagt á hann einhverja byrðar út af því hvernig hann, lifir. Aldrei. Líklega ekki þurft, vegna þess að ég veit hvernig ég á að lifa. Ég hef Biblíuna, ég hef orðið, ég hef trúna til að staðfesta þetta allt, þannig að það þarf ekkert að gerast neitt sem að setur á mig einhvern áfellistóm, og ef hann þá er hann ekki réttur. Því get ég lofað. Ég veit þess að það er margt sagt. Við vorum að benda á þann og fólk sem hleypur skælandi út, kvartandi og kveinandi yfir því hvernig þessi söfnuðir séu, þessi söfnuðir innan geðsalapa. En ég segi, söfnuðurinn er flottur. Ef einhvað er fyrirmynd í þessum heimi, þá er það söfnuðurinn. Já, ég er nú ekki sammála þessu, þú mátt alveg vera ósammála þessu, en þetta er það sem er. Af hverju? Það er einföld skýring til á því. Hinn fullkomni Jesús, hann á þessa söfnuði. Þú mátt hafa 1.000.001 skoðun á þessu, en þetta er staða að Kristur hinn uppreisni drottna á þessa söfnuði. Við vorum að tala um það á það, hann er fullkominn, og ef við kennum það að hann er fullkominn. Af hverju skyldi það ekki vera með sitt fólk með sér sem þetta fullkomna sem hann hefur gert? En ég sem einstaklingur verð aldrei fullkominn. En ég tilheyri kerfi sem er fullkomið. Þannig að ég í þessu ljósi get náð hellingsmarki í þessa átt. En ég segi, og líka því miður, held ég mun aldrei ná því. Þannig að þú sem segir að þú sért loksins búin að ná þessu, bara gleymdu því. Þú ert ekki búin að ná því. Og ég veit alveg hvernig Drottinn mætir þér með það. Hann sýnir þér það. Ef þú ert á þeim stað að telja þig vera búin að ná þessu, hann mun sýna þér það að þú ert ekki búin að ná því. Það mun eitthvað það gera sem að hryktir í og þú sér að þarna kannski stekstu óvart á lappirnar á þér. Og dast. Af því þú ert ekki fullkominn. En þú tilheyrir honum sem er fullkomið, þú tilheyrir kerfi sem er fullkomið, sem er allt annað mál. Og að því að þú tilheyrir þessu öllu, hefur möguleika á því að bæta ráð þitt, bæta lífsstöðu þín og allt sem að þér snýr til betri vegar. En ef þú vilt, það er að segja, nema þú viljir fara þessa leið og þú hefur algjört sjálfræði um það, ég hef ekkert um það að segja og söfnuðurinn hefur ekkert um það að segja. Þetta er ákvörðun sem þú og ég tökum. Og við tökum hana bæði að því að við erum að læra orð Guðs, við erum að læra leksíun okkar, að því við viljum fylgja honum nákvæmara eftir. Og það getum við. Og það gerum við. En fjötrar og bindingar og höft af einhverju sem að söfnurinn er að leggja á, ég blæs á það og ég þekki það engan veginn. Samt er ég búin að vera inn í þessu söfnuðum í 23 ár og ekkert gert neitt annað en að vera þar. Í 23 ár. Ég veit, þú trúir þess ekki. En trúir þú einhverju sem ég er að segja? Ég veit það ekkert. En þetta er það sem er. Nei, vinur og vinkona, viljirðu frelsi, þá skaltu skunda til þessi Jesú Krist. Og hann byrjar að aga þig til, skóla þig svolítið til, og það kann að vera, ef þú tekur ekki rétt á því, að það finnist þér vera svona hindranir. En þegar Drottinn er að verki, að þá eru aldrei hindranir. En hann getur sett í veg fyrir þig eitthvað, að þegar hann er að reyna að beina þig til hægri, en þú vilt fara til vinstri. Og ég segi, vilja hann beina þig til hægri, þá meinar það að til hægri er þá rétt leið.
Akkur? Við vorum að tala um það áðan. Hann er fullkominn. Og hann gerir ekki mistök. En þarna stendur þú frammi fyrir vali að fara veg drottins og gera það sem er rétt eða gera mistök. Svo óflóki er þetta dæmi nú. Þannig þú sérð að það eru engin höft í Jesú. En ég held þú viti hvar höftin eru og bindingarna. Þau tilheyra þínu fallna eðli í föllnum heimi sem þú lifir í, eða lifðir í. Ert kannski hlaupin inn í aftur. Það getur svo margt gerst á okkar göngu og okkar leið. Þegar við erum dottin niður á þessu rósarauða skýi sem við erum á, þá byrjar alvaran. Og þá fyrir við að mæta öllu þessu sem að mætir okkur. Þetta í dagann og morgun. En það er ekki allir sem að þar með líta á sjálfan sem heft og bundið fólk. Ég hef aldrei gert það. Ekki eitt skipti. Ég elska Jesú. En ég hef lent í líklega jafn mörgu og þú hvað þetta allt varðar. Og alls konar efasemdir komið upp hjá mér. Setur það eitthvað blett á Krist? Auðvitað ekki. Hann er bara hreinn og tær. Hann veit alveg fyrir hvað hann stendur. En ef ég færi að tala um þetta, sem væri þó rátt, þá gæti ég reynt að klína ykkur á einhvað sem er hreint og verður áfram hreint hvað sem ég geri. Hvað merkir þetta? Ég skal bara halda mér við það sem að Drottinn hefur sagt. Það er farsælasta leiðin. Og það er þetta sem að ræðan á að snúast um. Ekki það hvort gríska bíblían eða enska bíblían segir betri þýðing en íslenska bíblían. Ég er ekki inn í þeirri umræðu. En ef menn vilja vera þar, þá voruðum það alveg heimilt fyrir mér. En þetta snýst ekkit um það. Drottinn stendur vörð sitt orð, svo ég segi það nú einu sinni enn. Ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu, og er það ránt? Kannski fyrir þér, já, en ekki fyrir mér. Ég vil ekki hafa neinar áhyggjur ef ég þarf það ekki. Og það er betra að treysta en hafa áhyggjur. Vitið það, ef þú treystir ekki, þá er það fóður fyrir áhyggjur. Vissirðu þetta? Og ég segi, heimurinn er fullur af áhyggjum. Það er ekki rétt hjá mér. Hvað er í dag? Umræðum stýrivexti og við svitnum í hvers skipti sem ágætur seðlabankastjóri hækkar stýrivexti. Heimsendir segjum við, Rússarnir er að koma, er hópað. Nei, þeir eru ekkert að koma, ég sé það hvergi. Af hverju? Af því þeir eru ekki að koma. Og heimsendir er ekki að koma. Ég sé hann hvergi. Hvers ég lít, ég sé hann hvergi. Af hverju? Af því ég á trú. Af hverju? Af því ég les Biblíuna. Af hverju? Af því hún gefur mér ákveðin inn í það sem er að gerast. Hún er full af spádómum. Vissulega hafa margir komið fram. En það eru fullt af spádómum sem eiga eftir að ræta sem segja mér, þetta mun allt koma fram. Þessar heimsetta spár sem eru núna í gangi, þær eru ekki réttar. Af því ég hef annað. Ég geti þetta farið með þeim áhyggjuhópi sem tekur undir. En ég hef orðið. Og það segir annað. Það segir mér, þetta á eftir að gerast. Ég segi, já, það er rétt. Og ég verð rólegur. En ég er inn í þessu umhverfi. Og ég ræði ekki til það. En ég ræði því hvernig mér sjálfum líður.
ætla að vera með í þessum áhyggjum. Stýrivextirnir hækkuðu 1% í dag og það hækkar láni mitt svo mikið og þar fram eftir göttunum. Hve margir ekki það? Ég segi nei takk. Svo fyrir utan það að þá verður nú skuldamáli mín bara í nokkuð góðu lagi. Svo ég segi það nú einu sinni enn og þú líklega hristir höfuðið alveg ríkalega núna. Þú ert búin að heyra þetta svo oft og trúir ekki orði. Þetta nú samt svona. Nei, vinir, okkar hlutverk sem kristinna manna og þeirra sem tala, það er að tala uppörvandi orð til mann og kvenna. Er þetta uppörvandi orð? Ég lít svo á, já. Ég geti miður ekki tekið undir með heiminum þegar sér ekkert nema svart. Hann dregur hverja svörtu flíkina fyrir framan sig eftir aðra. Ég vil ekki vera þar. Þið sjáu, við veljum. Ef þú vilt vera með þessar svörtu flíkur og dúka uppdregna fyrir þig til að sjá ekkert nema svart, þá máttu það. En ég vil ekki vera þar. Ég vil lofa Drottin. Ég vil tala um hann, því hann er sá sem er fullkominn. Hann er sá sem gerir rétt og veit hvernig ég á að gera þetta, ekki ég. Þess vegna líti ég honum og hann reisir mig upp í sinni visku. Hún er nefnilega til. Og hvað mér kallar eftir þessu? Hvað annað en trúin? Hvað annað en trúin? Og þannig er það mál vaxið og ekki öðruvísi og verður aldrei neitt öðruvísi. Þannig að við höfum margs að gæta. Við höfum margt til að velta fyrir okkur og við vitum að ef við förum þessa leið, eða mörg okkar vitum að ef við förum þessa leið trúarinnar í fangi Drottins, þá getur okkur ekki hlekkst neitt á. Men ég er nú alltaf í tómum vandræðum. Kristinn maður. Allir svarið við þeirri spurningi sé að þú ert svolítið brokkgengur og brokkgeng í þinni trú. Ég held að það sé eina svarið. Þegar Drottinn stendur við sitt, hann heldur í hægri hönd þína og leiðir þig áfram. En ef þú vilt fara, þá ferðu, af því þú ert frjáls manneskja. Þetta eru nú allar bindingarnar sem sumir telja að fylgi þessari trú og þreytast ekki á að tala um. Þeir eru með þessu að auglýsa sína eigin vanþekkingu á verkefninu. Og það ætti engin maður að keppa eftir að auglýsa og básuna sína vanþekkingu og þessu hinnu. Það er miklu betra að þegja. Og koma svo inn í umræðinu þegar maður veit haus og sporð á henni. En þú munt ekki vita haus og sporð á henni fyrir þú farið leyfi frá Drottin til að vita. Hann gefur þekkingu á sér. Já, hann fer til lærisveina sinna til að gera hvað? Uppara á þá, fræða þá og tala inn visku sína til þeirra. Akkur til þeirra. Að því hinir hlusta hvort það er ekki til neins að vera að því. Sjáum við forréttindi þarna? Ég sé hana, já. Ég er ekki þú. Ég veit ekki hvað þú sér. En ég sé hana, já. Og ég veit að þetta sem að Drottinn segir er rétt. Að því ég veit að hann stjórnar degi frá degi til dags. Ég er hér núna og þú ert það sem þú ert núna. Hvað verður það eftir? Veit hvort okkar. Er það ekki rétt annars hjá mig? Við reiknum með að við förum eftir þessa stund að gera þetta. En svo kemur hringing. Getur aðeins skroppið hérna til mig, það er smá ísinn hérna heima og aðeins aðstofa mig. Og þú ert náttúrulega hjálpfús og góð manneski og þú ríkur í það. Þannig ekki fórstu beint í það verk sem þú varst búin að plana að gera. Svona eru dagarnir okkar. En ég segi og trúi því að hitt kallið að Drottinn hafi vitað að þú myndir fá þetta síndal. Kannski vissi hann ekki upp á punkt og prik að þú myndir
þóknast manneskjunni því við náttúrulega höfum val og við getum nei, kem ekki nála þess að það hjá þeim maður. Og þú mátt það. En samt að rétti á þér að hlaupa í verkið vegna þess að þú heyrðir neyðarkveinið í manneskjunni og þú fóst. Og hvað var í gangi? Kannski ekkert merkilegt. Kannski var lek úr krani. Það er náttúrulega ekki gaman gott að vera með lekan krana. Kannski var eitthvað í sambandi við vaskinn sem að draup úr onni skápinn. Ekki gott. Og þú 1000 þjálasmiður og þú fórst nú letni að laga þetta. En svona eru dagarnir okkar. Við reiknum með þessu en svo kemur allt önnur niðurstað inn í það mál. Og þannig með þennan dag, hvað gerist þú eftir, veistu það? Ekki fyrir ekki en ég. En þú veist hvað þú ert að gera akkurat núna. Það veist ekki fyrir þér. Því það er þinn raunveruleiki og minn raunveruleiki. Þetta er það sem við eigum. Þetta er það sem við höfum 100% víst. Og viskan hérna spilum vel úr þessum andartökum okkar. Okkur í. Því þetta eru sáningar allt saman og það kemur uppskera af allri sáningu. Og ef við gerum það sem er rétt, þá munum við fá góða uppskeru. En ef við gerum eitthvað vafasamt, þá trúðu mér, það kemur í bakið á þér. Seinna, en það vilt ekki. Ég get lofa þér því, þú vilt það ekki. Enginn sem að fekk skell í bakið af einhverju ákvörðu sem hann tók, hann vildi ekki fá hana. En hann sá ekki betur en að þetta væri rétt þegar hann gerði hann á sínum tíma, nú eða þá að hann var bara hreinlega viti stólinn og gerði eitthvað sem hann vissi að hann hefði ekki átt að gera. Þannig er þetta. Þetta heitir synd og þetta er synduga lífið okkar. Getur kristinn maður lent í þessu? Ég spyr þig. Hann getur það og veist af hverju, að því hann hefur frjálsan huga og frjálsan vilja og ræður öllum sínum verkum sjálfur. Og það verður aldrei frá honum tekið. Og ég segi enn og aftur, þetta eru nú allar bindingarnar sem Kristur er að leggja á okkur. Þær eru engar. Nákvæmlega. Ég held áfram að taka ákvarðanir, en drottinn skilur sér það að fræða mig. Af hverju? Til að ég taki oftar réttar ákvarðanir, hans ákvarðanir í mitt líf. Af hverju? Og hvað ávöxtur kemur út af því? Góður. Blessun. Farsæll. Og þú gerir þetta, uppsker þetta og þú vilt halda þessu áfram, þú lærðir af þessu. Þú segir, hei, það er miklu betra að taka bara ákvarðanir þar sem að drottinn er með handa mér. Þetta er trúarvöxturinn. Og svo fer það að gera þetta áfram, svo verður þetta þér tamt. Er það hægt? Það hefur verið hægt í mínu lífi. Og ég held að mitt líf sé ekkert öðru sem þitt líf ef ég bara vel þetta. Og ég hef valið þetta. Þannig ég ræði öllu það hvernig þessi mál eru. Og þess vegna erum við að gera þannig þátt og þessa þætti að við viljum hjálpa okkur sjálfum, ég er að hjálpa sjálfum mér með þessu og ég er að deila þessu út með þér til að þetta máski hjálpi þér á einhvern nátt. Að gera hvað? Til að mynda og einhverjum það að vera áfram í ranni drottins. Þarf að básuna það svo mjög. Já, ég spyr þig aftur, þarf það? Þú veist að það þarf. Kannski þekkir einhvern gremjubolta sem hljóp út úr kirkjunni og byrjaði að kvarta undan kirkjunni. Ég veit ekkert um það. En ég veit að þeir eru þarna. Af hverju? Líklega vegna þess að þeir þoldi ekki þennan aga. Þeir vildu gera þetta öðru sig og þeir voru þvergirðingar. Þeir tók aldrei neinu tiltali. Eru þeir til? Þeir eru allt í kringum okkur. Þetta er eitt af því sem við erum að eiga. Og þessi þvergirðingar kannski læra
en þú veist ekkert um það hvort svo sé. Læri þú? Guð veit það. Já, þú er oft lært. Þú er oft tekið sönsum. En þú hefur kannski ekkert verið en aðrir en alltaf verið þessi skynsama manneskja í verkum með Guði. Því að þú verður ekki alltaf endilega vilja gera verk Guðs. Og það er það verra sem verra er í okkar lífi þegar við gerum það ekki. Þannig við hljótum alltaf sem trúaðar manneskjur að tala með þessum hætti. Deyjum sjálfum okkur. Það heitir það á máli trúarinnar. Og það er mjög mikilvægt, því lofa ég þér. Og ég bið Guð að hann gefi þér þetta til þú sjáir þetta. Þannig vill Drottinn hafa okkur. Og þannig vill að söfnuðurinn yndislegur sjá okkur. Þetta auðmýkja fólk sem erum þekkt fyrir það, já, fyrir auðmýktina, í Jesú nafni. Er það eitthvað minkun að segja sjálfan sig vera auðmjúka manneskju? Ekki fyrir mér. Þetta eru mikilmennin í mínum augum. Það er þetta auðmjúka fólk. Þetta róleheita fólk sem bara er iðandi allan daginn í Guðs verki. Og þeir eru til og þær. Ert þú þessi manneskja? Ef svo er þá bara hrósa ég þér í Jesú nafni. En ef þú ert ekki þessi manneskja, þá bið ég þess að þú verðir hún. Því ef ég geta og einhver annar getur það, þá getur þú það líka. Þetta er mælistikan. Aðrir sem þú horfir á, þeir gátu það og þú getur bent öllu fingurmaður að ég get þetta líka. Og ég vill gera þetta. Þetta heitir ákvörðun og hún er mjög máttug. Ákvörðun getur bæði verið neikvæð og hún getur líka verið jákvæð. Að við lifum frelsi. Neikvæð ákvörðun, er hún til? Akkur heldur þú að öll þessi mistök séu allt í kringum okkur? Að því að þessum neikvæðu ákvörðunum sem að við töldum vera jákvæða ákvörðun, sáum við seinna að það var bara tómt klúður. Akkur? Á hvað er það þetta að benda? Hvað er þetta að sína okkur? Veiklundaða manneskju. Ekki? En við höfum alla visku sem við þurfum inn í, hvort sem er þessi efni eða önnur, í Kristi. Og á hann vill í benda. Ekki opbóðslega að klára kallina eða kettlinguna ykkur staðar sem það þekkir hann enginn held ég. En allir hafa heyrt hana. En þetta fólk það skiptir auðvitað máli. En Kristur skiptir öllu máli því hann á hverjum tíma segir mér það sé þarf og rétt frá. Og ég vil að slíkur einstaklingur sé minn herra. Þessum einstaklingin elska ég að lúta. Þú vilt það sem kristinn maður. Láttu af því að vera þessi þvergirðingur sem hatar að taka við einhverjum tilmælum frá öðru fólki. Hvað er hann að skipta sér að mér? Og þessi hugsun öll. Við þurfum að deyja þessu. Að láta af svona hugsun er mjög mikið framfara skref fyrir hvort sem er mig eða þig. Og ég held að við höfum öll þurft að beygja okkur þarna, að einhverju leyti, misjafnt þó. En þeir sem hafa gert það eru fólk sem er viskunnar megin. Þetta er fólk sem virkilega tekur sér taki og virkilega vex í áttina til Krist. Það er í aganum, stjórnseminni sem að hann hefur tök á sínu fólki. Og ég þarf að leyfa honum þetta. Og þá líka reyni ég hversu mjög ákvörðunin var rétt að fara þessa leið. Við verðum að stíga fram til þess að við sjáum hver hann er. Það er orð fyrir þessu.
Reyni með einu sinn og þann hátt hvort ég opni ekki flóðgott heiminsins fyrriður. Við þurfum að reyna. Og þegar hann býður reynslu, þá skulum við þiggja hana. Því að það næsta víst að síðan til staðar, þá það einhvað sem ætlar að verða blessun fyrir okkar líf. Hann ekki með einhverja tilraunastað sem við þurfum að taka konna ná aðeins að reyna hans svolítið og prófa hvað þetta virkar. Það virkar. Að hann búinn að reyna það. Hann búinn að gera það. Hann sá að þetta var harla gott. Og hvað þetta annað en yfirlýsing yfir það? Hann kannski prófaði margar leiðir. Svo sá hann þessa og sagði, harla gott. Þannig hann reynir ekki þetta á þér. Hann segir bara, taktu við þessu að því að þetta harla gott. Vill ég það? Ef ég skil hvað átt við, já, þá líklega vill ég það nú, já. En skil ég það? Kannski ekkert alltaf. Og hvað kostaði það mig? Sennilega einhver skakkaföll í einhverju mynd, og skakkaföll í einhverju mynd eru alltaf eitthvað sem við vildum ekki lenda í. Og ég segi, við þurftum þess ekki. Þekkjum Guð, leyfum honum að stjórna og stýra og allt okkar í friði. Þetta það sem hann að kenna. Þetta hefur hann alltaf sagt. Hann segir, það harla gott. Þú getur farið þessa leið. Já, ég sá að þetta besta leiðin. Það kannski 10 leiðum sem hann var að prófa. En endaði með þessa og sagði harla gott. En gat ekki sagt hina 9 vegna þess að þær voru ekki harla góðar. En svo kom ein sem var harla góð og það merkir það að við þjónum fullkomnum Guði. Hann með fullkomið hand okkur. Það svona skilningur sem hann vill gefa okkur. Og svona skilningur kemur að þess að því að við til að mynda eigum trú, það nú alltaf fyrsta atriðið. Svo fyrir við að reyna ýmislegt. Og við komstum að því að það best að hlýða Guði. Og það viska hvers manns. Þess vegna segjum við það, við skulum hlýða Guði. Og ef að ræðan á stofnun til fjallar ekki þetta, að hlýða Guði, þá hún handónýtt. Það ekkert gagn af henni. Ef við að gefa undir fótinn eitthvað annað sem jafngótt, þá ekkert gagn að svona kennslu. Ekki neitt. Þú getur bara slögt og farið og fengið karmölu eða eitthvað. Það ekki það sem við viljum vera þekkt fyrir. Heldur viljum við vera þekkt fyrir það að við berum fram rétta sem Drottinn að segja. Og við smyrjum þetta eigin reynslu. Og við segjum eins og Drottinn harla gott. Að því við reyndum harla gott af því sem við vorum að gera. Þetta allt virt. En mitt að taka við því. Þess vegna má alltaf hvetja menn og konur og alla til að taka við boðskapnum sem Drottinn með handa okkur. Því hann handa okkur. Og það aldrei neitt nema handa manni, manneskju. Drottinn dó fyrir manneskju. Harla gott, sagði faðirinn. Þó orðið segi það ekki, en ég hygg að hann hafi sagt það. Þegar Kristur loksins þegar hann var búin að gera allt sem hann þurfti, andaðist. Því eftir það var engu hægt að bæta við það. Verkið sem hann skildi eftir handa okkur varð eftir. Alveg eins og með þín verk. Þegar þú hefur gefið upp andaðinn, þá eru öll þín verk eftir, já, með fólkinu. Voru þau góð, voru þau slæm? Bara sum voru góð. Mörg voru ekki sérlega góð og jafnir sum bara arfa slæm. En þannig var ekki með Krist. En það gat hann sagt að sjálfur á krossinum eru hans síðustu orð, það fullkomnað. Til að ég geti lifað uppréttu lífi, gerði hann allt sem þurfti og sér að ég geri þau að því ég tendraður og nærður að trú hans. Með heilagan anda í mig sem stjórnar mér frá degi til dags. Af hverju? Að ég
fer fram á það sjálfur. Mundu það, ég fer fram á það sjálfur. Að því ég lifi frelsi drottins. Og hann býður mér að tala með þessum hætti fyrir mig sjálfan. Ég vel hann sem er fullkomin. Ég viðurkenni mig ófullkomna manneskju. Og það komi nóga honum, já, þessari manneskju. Hún sé að sprikla eitthvað og vitleysast eitthvað sem endar ekkit í nema ykkur steypu. Ekki svo að skilja að líf mitt sé merkt ykkur steypu. En hún er þarna líka, alveg eins og hjá þér. En ekki hjá drottni. Hann sagði fullkomið og meinti fullkomið. Góð býti. Og þetta eru býtin sem hann er að bjóða þér. Viltu þau? Ég get því miður ekki svarað fyrir þig, en ég get hvatt þig til að vera þarna og þá er allt þitt í friði. Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráð kveður og verður áfram með þessa góðu þætti okkar.